Kuggur og Heiða ásamt Mosa stödd heima hjá Málfríði og mömmu hennar. Málfríður að taka til í kommóðuskúffunum sínum. Aldrei hef ég nú séð annað eins drasl, segir Kuggur. Hefur þið aldrei tekið til í kommóðuna áður? Jú, auðvitað. Ég hef tekið til í henni einu sinni áður, svarar Málfríður snúðug. Nú það að minnsta kosti 60 ár síðan, segir mamma Málfríðar, og ég þurfti að búa í tjaldi í garðinum á meðan á því stóð. Allt í einu æpir Málfríður upp yfir sig. Hamingjan sanna. Hér bréf sem ég fekk sent með bréfdúfu fyrir 60 árum og hef gleymt að opna. Vonandi ekki neinar áriðandi fréttir í því. Málfríður flýtir sér að rífa bréfið upp. Hjálpi mér allir heilagir, hrópar hún upp yfir sig. Þetta hræðilegt. Svona stelpa, hvað stendur í bréfinu? Spyr mamma Málfríðar. Við ærumst úr forvitni. Þetta alveg hræðilegt áfall, segir Málfríður. Svona út með það, hvað svona ofboðslega hræðilegt? Spyr Kuggur óþolinmóður. Málfríður svarar. Hér stendur, hjálp. Ég fangi í kastala hins ógurlega dreka. Bjargið mig fljótt, prinsinn ungi. Þau grípa öll andan á lofti. Loks segir mamma Málfríðar. Mér segir svo hugur að prinsinn ungi sé ekki sérlega ungur lengur. Þú hefur rétt fyrir þig, mamma. Hann hlýtur að hafa elst eitthvað á þessum 60 árum sem liðin eru frá því hann skrifaði þetta áreiðandi bréf, svarar Málfríður áhyggjufull. Hún hugsa sig smá stund, síðan skellir hún á lær og hrópar. Við verðum að frelsa prinsinn og klómdrekans, hvað sem það kostar. Já, en, byrja Kuggur. Ekkert já en, grípur Málfríður fram í. Það betra seint en aldrei. Sjáðu, segir Heiða. Hún bendir aftan á bréf prinsins. Þarna einhvers konar landakort. Já, það er satt, segir mamma Málfríðar. Pælum í því. Þau grúfa sig öll yfir uppdráttinn, en skilja ekkert í honum lengi vel. Er þetta ekki hóllinn sem er hérna rétt hjá, segir Kuggur og bendir. Jú, það gæti verið, svarar mamma Málfríðar, og kastalinn er merktur inn á korti þó nokkuð langt frá honum, segir hún hugsandi. Við skulum bara fara að hólnum með kortið og reyna að finna kastalann þaðan, segir Málfríður, og það gera þau. En það er erfitt að fara til kortinu, því það hafa verið byggð mörg hús og gróðusett mörg tré síðan kortið var teiknað. Að lokum er það Mosi sem kemur auga á kastalaturna og gefur hinum merki með hoppi og blístri. Þarna er það, hrópar Kuggur glaður. Þau flýta sér að kastalanum. Vindu brúinni niðri, við skulum skjótast yfir hann og inn í kastalan, kannski er prinsinn þar ennþá, segir Málfríður og hleypur að stað, en leiði hún ætlar að stíga út á brúna, er hún hífð upp og skellist í lás eins og dyra á kastalanum. Nú þegar brúin er farin er ekki hægt að komast að kastalanum, því það er djúpt síki allt í kringum hann. Og það sem meira er, ofan í grængrugguðu vatni síkisins svamlar stærðar dreki og hlær illkvittnislega. Allt í einu heyrist hróp úr turni kastalans. Málfríður, elsku Málfríður, ég vissi þú myndi koma að lokum til að frelsa mig. Hér hef ég beðið þolinmóður og safnað hári svo þú geti klifrað upp og frelsað mig. Nú kemur drekinn og spýr út úr sér eldi, svo Málfríður og mammenar Kuggur og Heiða hrökklast frá síkispakkanum. Kuggur hvíslar á Mosa. Mosi, getur þú ekki lokkað drekann frá svo við getum rætt aðeins við prinsinn í friði? Mosi tekur undir sig stökk og stekkur yfir síkið. Hann lendir á kastalaveggnum og hoppar þar til og frá. Drekinn tekur viðbragð og rýkur á eftir honum. Þegar þeir eru horfnir, kallar Málfríður til prinsins. Sagðustu hafa safnað hári?
Mér sýnist þú nú vera nauða sköllóttur. Ekki alveg, svarar prinsinn og því til sanneindamerkis kastar hann niður langri fléttu sem Málfríður grípur í endan á. Kuggur hlær. Gamall sköllóttur prins með 60 ára langa fléttu. Heiða skellir líka upp úr. En mamma Málfríðar hastar á þau. Hætti þessu ábyrgðarlausa flissi börn. Hér alvarlegt mál á ferðinni, segir hún. Svo réttir hún Málfríði skæri. Hanna, taktu þetta og farðu svo að bjargaðu prinsinu stelpa. Málfríður bítur í skærin og grípur svo föstum tökum í fléttuna. Hún tekur nokkur skref aftur á bak en hleypur svo að stað og sveiflar sér í fléttunni yfir síkið. Síðan klifrar hún upp vegginn með hjálp fléttunar og kemst að lokum upp í turnin til prinsins. Hús, góðan daginn, prins. Mikið hefur fallegt hár. Hvaða sjampó notarðu, segir hún. Prinsinn ræður sér ekki fyrir kæti. Loksins kom drauma prinsessan mín. Loksins. En þau verða að hafa hröð handtök. Málfríður klippir fléttuna prinsinum og bindur annan enda hennar fastan. Síðan renna þau sér bæði niður eftir henni, spyrna sér síðan frá kastalaveggnum og lenda á síkisbarminu hjá mömmu Málfríðar, Kuggi og Heiðu. Þar verða miklir fagnaðarfundir. Hvernig skildi Mosannars ganga að kljást við drekann, segir Kuggur allt í einu. Leitum að þeim. Þau ganga nú eftir síkisbarminum og koma fljótlega auga á Mosa og drekann. En þeir eru sko ekkert að slást. Þeir eru að dansa og leika sér saman og virðast skemmta sér vel. Þegar Mosi kemur auga á vini sína, stekkur hann aftur til þeirra. Hann veifar glaðlega til drekans í kveðjuskinni, en hann fellir tár af söknuði. Við skulum koma aftur eftir nokkra daga og leika við þig, hrópar Kuggur og veifar líka til drekans. Við tökum prinsinn með okkur. Hann hefur verið fangið nógu lengi. Það er bara eitt, segir prinsinn hikandi. Hvað er það? Spyrja öll hin í kór. Mér langar svo að eiga fléttuna mína áfram og prjóna peysu úr henni eða eitthvað svona til minningar. Hvernig get ég náð henni aftur? Mosi tekur undir sér stökk yfir í kastalagluggan og leysir fléttuna. Síðan stekkur hann aftur tilbaka með henni í eftirdragi. Prinsinn tekur gleði sín á ný. Þakka þér fyrir, Mosi. Þú ert frábær, segir hann. Og þú, Málfríður, kútið mitt. Þakka þér fyrir þetta hetjulega björgunarafrek. Síðan kissir prinsinn Málfríði bylmingskoss á munni.